Vatnsból höfuðborgarsvæðisins eru að vissu leyti berskjölduð, segir framkvæmdastjóri Veitna. Hagstæð vindátt varð þeim til happs þegar gróðureldar loguðu í Heiðmörk í gær. Lítill göngustígur bjargaði Guðmundalundi. Heildartjón vegna innrásarstríðs Rússa í Úkraínu er talið jafngilda 24.000 milljörðum íslenskra króna. Úkraínsk kona sem býr hér á landi segir erfitt að halda í vonina stríðslok, en á morgun eru 4 ár liðin frá allsherjarinnrás Rússa. Stjórnvöld hafa lagt til aðgerðaráætlun til að bæta úr málefnum þeirra sem dvöldu á vistheimilum sem börn. Breyta þarf lögum til að veita heimildir fyrir greiðslu sanngirnisbóta og rannsókn á heimilum. Nýbyggingar hafa sprottið upp í miðbæ Akureyrar síðustu ár og fleiri eru á teikniborðinu. Til skoðunar er að Hafnarstræti verði gert að vistgötu, en þar hefur bæði íbúðum og hótelherbergjum fjölgað til muna. Félagslíf Breta er að breytast með nýrri kynslóð og breskar krár gætu verið í útrýmingarhættu. Þeim hefur fækkað fjórðung síðustu 25 ár. Komiði sæl. Göngustígur hindraði að gróðureldarnir sem brunnu í Heiðmörk í gær bærust í tré í Guðmundalundi. Vatnsból hefðu geta spilst í annarri vindátt. 32 hektarar brunnu í eldunum í gær sem svipað á 45 Laugardalsvellir. Þeir kviknuðu ofan við Vatnsvík við suð-vesturhorn Elliðavatns, en þar er mikið af þurru grasi og tíma náði eldlínan þaðan og að útivistarsvæðinu í Guðmundalundi sem er í kílómetra fjarlægð. Og hér má sjá eyðilegginguna, en það munaði ekki miklu að eldurinn næði hérna yfir í Guðmundalund. Eldurinn kemur hérna úr austri, þar að segja frá Elliðavatni, yfir allt svæðið. Og við sjáum línuna hérna þar sem að hann var stöðvaður. En hefði borist eldur í þessi tré, hvað hefði þá gerst? Já, þá bara reiknaði ég með því að ef þau hefðu náð að fuðra, þá myndast svo mikill hiti að þetta hefði bara farið áfram í gegnum skóginn hérna. Áfram í gegnum skóginn og jafnvel allan skóginn? Jafnvel allan skóginn. Og hér stöðvaðist svo eldurinn? Já, hérna erum við stíg sem er hluti af eldvörn. Þannig að þessi litli stígur varnaði því að eldurinn bærist í Guðmundalund? Já, þann gerði það. Og margur er knár þá hann sé smár? Já, það er svoleiðis. 60 ár eru síðan skógrækt hófst í Guðmundalundi og þangað kom 100.000 á hverju ári. Og það hefði náttúrulega verið bara dapurlegt að missa skóginn og alla þessa ræktun sem hérna er og fólk hefði bara grátið, held ég, margir. Í gær var austanátt en hefði vindátt verið önnur hefði vatnsból höfuðborgarbúa verið í hættu að mati Veitna sem reka 23 vatnsból á 4 svæðum í Heiðmörk. Og ef við lendum í því að vatnstökusvæðin okkar brenna, þá getur bæði komið mengun, en það getur líka allavega komið mikil rekstrarstöðvun. Stefnt er að samþykkt deiluskipulags fyrir Heiðmörk síðar í ár og Veitur leggja þar áherslu á betri brunahólf. Þannig ef það kemur eldur, að það færist ekki á milli allra vatnstökusvæðin okkar. Einnig viljum við í rauninni bara banna meðferð elds á ákveðnum stöðum innan vatnstökusvæðisins. Samkvæmt almannavarnalögum bera Veitur ábyrgð á verndun vatnsbóla. En við höfum ekki alveg skilgreint umboð við megum gera sem teljum að þurfa að gera. Þarf ekki að hraða þessu ferli? Það þarf að hraða því. Við þurfum að klára þetta núna. Eru vatnsbólin of berskjölduð? Þau eru það að vissu leyti. Lögreglan í Lundúnum handtók í dag Peter Mandelson, fyrrverandi sendiherra Bretlands í Bandaríkjunum í tengslu við rannsókn á misferli í opinberu starfi. Handtakan kemur í framhaldi af ásökunum óeðlileg tengsl við fjárfestinn og kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten Windsor, bróðir Karls Bretakonungs, var handtekinn í síðustu viku en sleppt síðar sama dag. Mandelson var rekinn úr starfi í september og hætti í lávarðadeild þingsins eftir birtingu skjalanna fyrr í mánuðinum. Síðan þá hefur lögreglan rannsakað hvort Mandelson hafi lekið innherju upplýsingum til Epsteins. Sigurbjörn Bárðarsson, hestamaður, segist hafa orðið vitni að því þegar Margrét Löf beitti móður sína ofbeldi nokkrum dögum áður en hún myrti föður sinn. Margrét fékk í desember 16 ára fangelsisdóm fyrir að bana föður sínum og ráðast á móður sína. Sigurbjörn bar vitni í málinu og lýsir því sem hann sá í þáttunum Vítahringur Margrétar Löf. Og þetta vaknaði upp svo hugsun að maður hefði átt að gera eitthvað meira, maður hefði átt að kæra þetta.
En þá kom þessi spurning sko, hvað gerist ef maður fyrir að kæra þetta? Maður með nógu mikið í höndunum til þess að gera það? Því að foreldrarnir hefðu eflaust aldrei tekið undir neitt af þessu sem að upp á það sem gerði sko. Vegna þess að þau bæti alltaf í bætifláka fyrir hann og svöruðu fyrir hann alltaf á annan veg heldur en málum voru sko. Nánar verður fjallað þetta í Kastljósi í kvöld og rætt við Þóru Tómasdóttur umsjónarmann þáttana sem verða aðgengilegir á vef RÚV í kvöld. Heildartjón vegna innrásarstríðs Rússa í Úkraínu talið vera tæplega 200 milljarðar bandaríkjadala sem jafngildir rúmlega 24.000 milljörðum íslenskra króna. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna þar sem tjón vegna innrásarinnar í Úkraínu metið. Á morgun verða 4 ár síðan allsherjar innrás Rússa hófst. Heildarkostnaður við endurreisn og efnahagsbata í Úkraínu tæplega 600 milljarðar bandaríkjadala næsta áratuginn. Það næstum þreföld áætluð verg landsframleiðslu Úkraínu árið 2025. Eyðileggingin mest á rauðmerktu svæðunum hér á kortinu og hún mest í borgum næst víglínunni. 14% af öllu húsnæði í Úkraínu skemmt eða ónýtt. 15.000 almennir borgarar hafa verið drepnir, 11 milljónir þurftu að flýja heimili sín og þar af 6 milljónir sem flúðu land. Tjón á orkuinnviðum mikið og rafmagnstruflanir geta varað í allt að 18 tíma á sólarhring. Rússar hafa síðustu mánuði aukið mjög árásir á orku- og samgöngukerfið. And transport was not previously particularly targeted. Even in the energy sector, we were talking about a different pattern of targeting. It was targeting transmission capacity, and now we're talking about generation, transmission, but also natural resource targeting, which is extremely concerning in many ways because it is crippling the whole energy sector and lives and livelihoods and affecting lives of people and the resilience of communities, particularly in the front line. Hernaðarsakfræðingur telur áframhald stríðsins velta á úthaldi Rússa annars vegar og stuðningi Evrópu við Úkraínu hins vegar. Þar vanti enn hugrekki með leiðtoga. Í upphafi stríðsins hafi verið talað að veita Úkraínu nægan stuðning til að tapa ekki stríðinu en ekki nægan til að vinna það. Þegar ég segi vinna stríðið þá ég ekki að tala úkraínska skriðdreka við Rauðatorgið, heldur ég að tala að þeir geti valdið það miklu tjóni á rússneska hernum og á olíuinnviðum í Rússlandi eins og það var ráðast gegn að Rússar reikni það þannig að þeir verða að láta af þessu stríði og hörfa einhverju leyti. Þannig að við erum ekki komin þangað og það mun krefjast hugrekkis af hálfu Evrópuleiðtoga, hugrekki sem hingað til hefur verið vaxandi í orði en á borði alls ekki búið að birtast eins og maður hefði vonað. Og kona frá Úkraínu sem flutti hingað ári áður en allsherjarinnrás Rússa hófst segir erfitt að halda í voninu að stríðinu ljúki. Hún vill ekki þekkjast í viðtalinu því hún óttast fjölskyldu sína sem býr á svæði sem Rússar hafa hernumið. Rússar náðu borginni Kherson í samnefndu héraði á vald sitt skömmu eftir innrásina. Úkraínuher tókst að endurheimta borgina en hluti Khersons héraðs enn á valdi Rússa og á því svæði býr fjölskylda konunnar, foreldrar og bróðir. Hún flutti hingað til lands ári áður en stríðið hófst en segir eins og það hafi verið í gær að hún heyrði af innrásinni. I think I was crying and it was very sad at the beginning. But now it's 4 years. All these emotions what I had before, they are now dead. I don't know. It's very strange to describe. But I have fear. I have fear for my relatives. I have fear for my family. I'm also depressed because I don't have desire to do something new. I cannot just continue and very easily live my life because I still feel inside like very sad feeling and there is no hope. No, actually. Rússar með strangt eftirlit með heimafólki á hernumdu svæðunum. Af þeirri ástæðu lætur hún ekki nafn síns getið því hún óttast hvaða áhrif það geti haft á fjölskylduna. Because life in Russian occupation is very dangerous. You are not allowed to show your pro-Ukrainian position and then you can be even killed. The law is what Russian soldiers want. If Russian soldiers don't like that you speak Ukrainian, you can be killed. Fólk hafi verið drepið í mótmælum gegn stríðinu og nágranni föðurinnar hafi til að mynda horfið sporlaust eftir að neita að fá rússneskt vegabréf. En hennar versti ótti að fá rússneskt vegabréf en án þess kemst hún ekki heim. Þangað sem hún hefur ekki farið síðan í janúar 2022. But when you live in Ukraine and you're forced to live under the law of another country and not allowed to speak your opinion,
what kind of life is this? There is no freedom. Vestrænum leiðtogum hafi ekki tekist nógu vel að hafa raunveruleg áhrif. Evrópa og Bandaríkin séu sterk saman og geti stöðvað stríðið. I really dream that somehow these Russians will be forced to withdraw from Ukraine. All these troops will be gone back to Russia and Ukraine will be free. Og eins og þannig kom fram eru 4 ára morgun frá innrásar stríði Rússa í Úkraínu. Við fjöllum tímamótin og öllum okkar miðlum á morgun, en snúum okkur nú að öðru. Sálfræðileg aðstoð og rannsókn á meðferðar og vistheimilum, möguleikar á sanngirnisbótum og aukið eftirlit með fósturráðstöfunum eru verkefni sem stjórnarráðið hefur þegar komið í farveg eftir umfjöllun Kveiks brotalamir á vistheimilinu Bakkakoti. Forsætisráðuneytið, dómsmálaráðuneytið, félags- og húsnæðismálaráðuneytið og mennta- og barnamálaráðuneytið hafa nú samráð sín á milli aðgerðir í kjölfar umfjöllunar í fjölmiðlum Bakkakot og málefni fósturbarna. Forsætisráðuneytið í viðræðum við Landspítalann útfærslu á áfallahjálp og greiningu á þjónustuþörf og sálfræðiaðstoð vegna málefna fósturbarna. Úrlausn verður kynnt síðar í þessari viku. Þá stendur til að koma á fót sérstakri rannsóknarnefnd sem verður falið að fjalla málefni fósturbarna í fortíðinni og hvernig eftirliti hefur verið háttað. Nefndin myndi hafa heimildir sem stjórnvöld hafa ekki að óbreyttum lögum til að safna saman upplýsingum og greina þær. Fyrsta viðfangsefnið það að fjalla Bakkakot vegna þeirra ásakana sem hafa komið fram, en jafnframt gert ráð fyrir að nefndin geti gert tillögu til stjórnvalda frekari rannsóknir. Frumvarp þessa efnis verður lagt fram á Alþingi í vor og að því búnu verður skipað í nefndina. Ekki vitað hvað hún þarf langan tíma í sína vinnu og hvenar niðurstöður munu liggja fyrir. María Sigrún, eitthvað fleira sem stendur til að gera varðandi málefni vistheimila? Já, þetta margbrotið og alvarlegt mál og verkefnalistin langur. En sem betur fer þá eru stjórnvöld að ráðast í aðgerðir og í betrumbætur til að tryggja að svona endurtaki sig ekki. Og liður í því að endurvekja lög sanngirnisbætur því að slík lög eru fallin úr gildi svo að það þarf að leggja fram frumvarp sem verður gert núna í haust. Og í svari sem ég fekk frá forsætisráðuneytinu í dag þá segir að það þarf að gæta ýmissa sjónarmiða í því máli. Það þarf að gæta jafnræðis og svo þarf að tryggja að kostnaður fyrir ríkissjóð sé fyrirsjáanlegur. En þarna verður líka að skoða hvort að þeir sem voru vistaðir á vöggustofum eigi rétt á sanngirnisbótum. Einmitt. Það hefur komið fram í þessu umfjöllun að eftirliti var sannlega ábótavant og það stendur til að ráða bót á því, eða ekki? Jú, Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála vill kanna eftirlit sveitarfélagana með fósturúrræðum og mennta- og barnamálaráðherra hefur boðað til vinnustofu sem verður haldin í næstu viku og þar hann búinn að hóa saman fagaðilum á þessu sviði og þar verður farið yfir stöðu mála og skilgreint það sem þarf að laga og svo verður ráðist í þær aðgerðir. Nú að fréttastofu borist alveg ótal ábendingar eftir að þessi umfjöllun fór á stað. Eitthvað svona sammerkt með öllum þessum ábendingum að þínu mati? Já, við höfum fengið alveg ótrúlega mörg skilaboð og símtöl og mörg frá fólki sem dvaldi sem börn á vistheimilum og hefur bara ekki þorað að segja sína sögur. Þetta erfiðar sögur og þetta jafnvel frá fólki sem dvaldi sem börn bara víðsvegar á landinu og þeir hafa burðast með vanlíðan sína áratugum saman og bara ekki þorað að segja neinum frá og jafnvel núna fyrst að átta sig á því hversu alvarlega var brotið á þeim sem börnum. Og við erum líka að fá mikið að skilabóðum frá starfsfólki í barnaverndarnefndana og þeim finnst mörgum erfitt að allri ábyrgð sé varpað yfir á þau. Þau segja að þau hafi á sínu tíma jafnvel talað fyrir daufum eyrum, skýrslum hafi verið stungið undir stóla, þau hafi verið undirmönnuð og fjársvelt. En þau eiga það sammerkt að þora hreinlega ekki að stíga fram. Í fyrsta lagi ríkir mikil trúnaður þeirra störf og þau með ekki brjóta hann. Og svo eru margir ennþá að vinna í málaflokknum og í kerfinu og þau þora ekki að tjá sig og ótta við að styggja sína yfirmenn og kerfið í heild sinni. Það eru einhverjir þarna sem útiloka ekki að þeir muni stíga fram og leysa frá skjóðunni þegar að rannsóknarnefndin hefur lokið sinni vinnu og skilað skýrslu þessi mál. Einmitt. Það margt þetta komið ljós. Takk fyrir þetta, María Sigrún. Takk. Friður og ró ríkir nú í Mexíkó að sögn forsetans eftir að ofbeldisalda breyttist út vegna dráps á leiðtoga stærstu eiturlyfjasamtaka landsins. Tugir féllu í aðgerðinni, bæði hermenn og meðlimir glæpagengisins.
Nemesio og Seguera Cervantes, betur þekktur sem El Mencho, féll í aðgerð mexíkóska hersins í Tapalpa í Jalisco fylki í gær. El Mencho var yfirmaður eiturlyfjasamtakana Ný kynslóð Jalisco, stærsta eiturlyfjarhrings Mexíkó. 6 aðrir félagar í glæpagenginu voru einnig skotnir til bana. Ofbeldisalda braust út og dreifðist landið þegar fréttist af drápinu á Cervantes. Meðlimir glæpagengisins kveiktu víða elda, meðal annars í bílum og bjuggu til vegtalma. 25 hermenn þjóðvarliðsins voru drepnir í óeirðunum og 30 grunaðir meðlimir eiturlyfjahringsins féllu. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también y un reconocimiento a nuestro personal militar. Está en paz, está en calma y lo más importante es que estamos trabajando. Si el día de hoy se llegara a presentar alguna situación, hay un centro de control, de mando, están todas las fuerzas federales coordinadas. Algo muy importante, estamos coordinadas con todas las entidades de la República. Utanríkisráðuneytinu ekki kunnugt íslenska ríkisborgara á óeirðasvæðunum og engar beiðnir aðstoð hafa borist borgaraþjónustunni. Hótelherbergjum og íbúðum í miðbæ Akureyrar hefur fjölgað verulega á undanförnum árum og enn frekari uppbyggingar framundan við pollinn. Í nýju skipulagi reiknað með meira mannlífi þar sem gangandi vegfarendur njóta forgangs. Á Drottningabrautarreitnum í miðbæ Akureyrar hafa sprottið upp nýbyggingar. Við Austurbrú og Hafnarstræti hafa risið 81 ný íbúð og stendur til að opna 86 hótelherbergi í vor. Verða þá hótelherbergin við þá götu orðinum 220, talsvert fleiri en reiknað var með í upphafi. Nú þegar sér fyrir endan á þessu hefur bærinn lagt til að Hafnarstrætið verði gert að vistgötu. Breikka gangstéttir, gera ráð fyrir gróðri og fækka bílum. Þannig verði rýmkað fyrir gangandi og hjólandi frá Bautanum og að Drottningabraut. Göngugatan, hún hérna fyrir aftan okkur. Þá hugsunin að fólk geti þá gengið hérna áfram? Þetta verði eins og framlenging af henni? Já, það hefur verið hugsunin eiginlega frá upphafi þegar uppbygging hófst hérna að framlengja miðbæinn til suðurs alveg út af leikhúsinu. Verði af breytingunni því þrengt að akandi umferð en mannlífið fær aukið rými í götunni. Skipulagið á reitnum hefur mætt misjöfnum viðbrögðum bæjarbúa í gegnum tíðina og mörgum þótti langt gengið í nýbyggingum umhverfis elstu hús bæjarins. Næst á dagskrá svo að byggja við Hofsbót, þar hönnunarvinna í gangi og óvíst hvenær verður hægt að hefjast handa, en það gæti orðið næsta haust. Svæðið sem undir hérna fyrir aftan mig, ég með Hof hérna mér á hægri hönd og ásýndin hérna á eftir að breytast töluvert ef af þessu verður. Og það verður nokkurn veginn svona miðað við skipulagið eins og það lítur út í dag, en það gæti þó enn tekið einhverjum breytingum. BSO þarf þá að víkja af byggingarlóðinni eftir áralanga baráttu að halda í 70 ára gamla leigubílastöð. Það verða 4 byggingar á 3 til 5 hæðum, svona jafnaði, og það verður þá verslun og þjónusta á neðstu hæðinni og svo væntanlega íbúðir á efri hæðum í flestum byggingum, en það getur líka orðið skrifstofur og önnur þjónusta. Framkvæmdir hafa einnig staðið yfir hinum megin við Hof við nýja Torfunefsbryggju. Nýtt hafnarsvæði byrjað að taka á sig mynd. Þar eiga rísa veitinga- og verslunarhús en óvíst hvenær byggingu þeirra lýkur. Blindbylur setti allt á hliðina við austurströnd Bandaríkjanna í dag. Ofankoman mældist víða milli 50 og 60 cm og búist við að snjókomumet verði slegin þegar líður á daginn. Rúmlega 5.000 flugferðum var aflýst og 100.000 án rafmagns. Veðurviðvaranir voru gefnar út meðfram allri austurströndinni. Neyðarástandi var lýst yfir í New York borg. Þar voru íbúar hvattir til þess að halda sig heima en allt skólastarf lá niðri í borginni í dag. Many New Yorkers are staying home, and we appreciate that because these are dangerous conditions. The mixture of this kind of snow with this kind of wind is something that can lead to a lot of danger on our streets and our roads. And so we're saying, unless you're emergency personnel, unless you have to be outside for some of the work that you're doing, we ask New Yorkers to stay inside. Krám hefur fækkað fjórðung í Bretlandi síðustu 25 ár. Fyrir því ekki aðeins efnahagslegar ástæður, því félagslíf Breta að breytast með nýrri kynslóð. Eru breskir pubbar í útrýmingarhættu? Mögulega, segir rannsókn frá Manchester University. Over the last 25 years, the UK has lost about 25% of its pubs, which
about 15,000 pubs. Pubbamenning gömul og rótgróin í Bretlandi og talið að elstu pubbar séu frá árinu 1000 eða þar kring. From where I am, when my mum was growing up, it was a sense of community. You went into the pub in the weekend, you seen everyone that you know. Whereas now, that sense of community is completely gone, especially within like smaller areas of outside of the city centre. En hvers vegna? Ástæðurnar eru nokkrar. How are we doing? Okay. Since Labour came into power, which we were hoping would make a positive difference for us, the taxation that they've imposed on small businesses has been quite severe. Wrigley segist hafa gripið til ýmissa ráðstafana til þess að halda rekstrinum gangandi. We cancelled all our marketing, we reduced our staffing, we had to put our prices up to our customers. Það einmitt önnur ástæða. Fólk hefur síður efni á öllara. When I first started drinking, because I'm an old guy, guess how much that pint was? 10p. So for £1, 10 pints. Að auki menningin að breytast með nýrri kynslóð sem drekkur minna áfengi. There is also indication that they change their way of where they congregate, so the social interactions might not be as their parents in a pub. Unga fólki virðist hrifnara af veitingastöðum, þeim fjölgar á meðan heiðarlegir pubbar á undanhaldi. I prefer a pub culture, I prefer more of a friendly atmosphere, a little bit, you hear more of a story from the people around you. It's not everything has to be so Instagrammable and aesthetically pleasing. Sometimes just a good old pint and a wooden table can get you a long way. Borgarleikhúsið var þétt setið af hæfileikaríkum dönsurum í allan dag. Þar var undankeppni fyrir heimsmeistaramótið í dansi sem haldið verður í Dyflinni á Írlandi í sumar. Þetta stærsta mót sinna tegundar en á ári hverju taka hátt í 120.000 dansarar þátt í forkeppnum sem haldnar í yfir 50 löndum. Íslensk lið hafa náð góðum árangri og tókst að landa sigri í fyrra í nokkrum flokkum. Og mörg atriðin í ár lofa mjög góðu. Og eins og við sjáum þáttakendur á öllum aldri. Keppendur á bilinu 5 ára og vel fram á 30-aldur. Efnistökin mjög fjölbreytt eins og við sjáum hjá þessum ungu dönsurum. Valgeir, þið ætlum ekki að dansa í Silfrinu í kvöld en þið ætlum að gera eitthvað annað skemmtilegt, er það ekki? Jú, heldur betur. Það verið að fjárfesta fyrir mörg hundruð milljarða dollara í gervigreind bara á þessu ári. Það eru mikla væntingar að hún muni bæta líf fólks allan heim, en á sama tíma óróleiki og áhyggjur af því hvað gerist. Við ætlum að ræða gervigreindarbyltinguna við Andra Snæ Magnason, rithöfund, Lilju Dögg Jónsdóttur, framkvæmdastjóra Almannaróms, Önnu Sigríði Íslind, prófessor í tölvunarfræði við HR og Loga Einarsson, ráðherra málaflokksins, Silfrið í kvöld klukkan korter yfir 15, yfir 8. Yfir 8, við vissum ekki því. Takk, Valgeir. Og þá að veðri. Á morgun gengur í norðan og norðvestanátt, víða kaldi eða strekkingur en allhvasst á Austfjörðum síðdegis. Slydda eða rigning á Austur- og Suðausturlandi, annars stöku él og úrkomu lítið á Vesturlandi. Kólnar aftur og frost mestallt land undir kvöld. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Vetrarólympíuleikunum á Ítalíu lauk í gær. 5 Íslendingar kepptu á leikunum að þessu sinni og náðu misjöfnum árangri. Við ræðum leikana, árangurinn og það sem hægt að gera betur í afreksmálum hér á landi með Kristínu Birnu Ólafsdóttur, afreksstjóra Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Ekki missa af íþróttafréttum hér rétt á eftir. Og það var helst í þessum fréttatíma að vatnsból höfuðborgarsvæðisins að vissu leyti berskjölduð, segir framkvæmdastjóri Veitna. Hagstæð vindátt varð þeim til happs þegar gróðureldar loguðu í Heiðmörk í gær. Lítill göngustígur bjargaði Guðmundarlundi. Heildartjón vegna innrásarstríðs Rússa í Úkraínu talið jafngilda 24.000 milljörðum íslenskra króna. Úkraínsk kona sem býr hér á landi segir erfitt að halda í vonina stríðslok.
Stjórnvöld hafa lagt til aðgerðaráætlun til að bæta úr málefnum þeirra sem dvöldu á vistheimilum sem börn. Breyta þarf lögum til að veita heimildir fyrir greiðslu sanngirnisbóta og rannsókn á heimilunum. Nýbyggingar hafa sprottið upp í miðbæ Akureyrar síðustu ár og fleiri eru á teikniborðinu. Til skoðunar að Hafnarstræti verði gert að vistgötu en þar hefur bæði íbúðum og hótelherbergjum fjölgað til muna. Félagslíf Breta að breytast með nýrri kynslóð og breskar krár gætu verið í útrýmingarhættu. Þeim hefur fækkað fjórðung síðustu 25 ár. Það var þetta upptalið hjá okkur í bili og komið að íþróttum, veðri, kastljósi og silfri. Við minnum á netfang fréttastofunar þar sem hægt að senda frétta ábendingar. Það fréttir hjá RÚV.is. Þessum fréttatíminn er lokið, verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Silfrið, Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson og Bergsteinn Sigurðsson fá til sín gesti, kryfja með þeim atburði líðandi stundar og pólitískt landslag hverju sinni. Þetta er íslenskt táknmál. Nýir heimildaþættir þróun íslensks táknmáls frá fyrri tíð til dagsins í dag. Skoðað hvaða samfélagslegu, menningarlegu og málfræðilegu áhrif móta íslenskt táknmál nútímans. Leyndardómar stórinnkaupanna, Secrets of Your Big Shop. Heimildaþáttaröð þar sem læknirinn Michael Mosley rannsakar hvaða áhrif innihaldið í innkaupakörfu fólks í matvöruverslunum hefur á heilsufar þjóðar. Berit, betri maður, ný norsk leikinn þáttaröð. Þegar nafn og andlit internettröldsins Toms gert opinbert eftir kvenfjandsamleg ummæli hans, ákveður hann að dulbúast sem kona til að forðast ofsóknir. Þannig öðlast hann nýja sýn á stöðu kynjanna. Úrslitavika Powerade bikarsins í handbolta handan við hornið og miðvikudagur undanúrslit kvenna og á fimmtudag stíga karlarnir á stokk. Úrslitin ráðast svo laugardaginn 28. febrúar og allt beint á RÚV og RÚV 2. Úrslitavika Powerade bikarsins í handbolta, miðvikudag til laugardags í